Já, ég fæddur á Akureyri 1961 og ég á 2 systur og foreldrar mínir voru Eðvarð Jónsson og Gunnþórunn Rútsdóttir, Norrlendingar. Mamma úr Öxnadalnum, fædd í Bakkaseli, muna nú kannski margir eftir brekkunni þar sem farið upp á Öxnadalsheiðina, og pabbi fæddur á Húsavík. Var nú Akureyringur samt og maður alinn upp á Akureyri og var þar til tvítugs og gekk í barnaskóla Akureyrar sem af sumum var kallaður Barnaskóli Íslands. Ég veit nú ekki, það var hann kallaður af sumum. Síðan fór ég í menntaskólan á Akureyri og þá voru í tísku að vera með 4 ára menntaskólanám og það gekk nú allt eftir. Og í framhaldinu þá skráði ég mig fljótlega í læknadeildina við Háskóla Íslands og útskrifaðist það 1987. Í dag ég giftur Maren Óskarsdóttur og hjúkrunarfræðingur og starfar á dagdeild Barnaspítalans. Við höfum börn saman og það bara gaman að lifa. Fyrir utan vinnuna að þá því miður kemstu kannski ekki allt of mikið fyrir, en ég í hestamennsku og kona mín líka og höfum gaman að því og við eigum einhver 6 hross og fátt betra svo sem heldur en að vera á hestbaki út í guðsgrænni náttúrunni og njóta frelsisins og alls í kringum það og allra vinanna sem að fylgja sjálfsögðu með. Mjög skemmtilegt. Síðan var ég nú svo lánsamur þegar ég var krakki að fara í tónlistarskóla. Lærði þar að spila á klarinett eftir ég hafði lagt blokkflautuferilinn á hilluna, svo má segja, og var þá nokkuð lengi og lærði síðan svona í framhaldinu að spila á saxofón. Ég hef nú haldið mig við tenorsaxofóninn síðan og hef unnið mér það til frægðar að rétt að það komið fram að spila með sóttvarnalækni í hljómsveit í árum saman. Ég held að hann hafi ekki gefist upp á mig fyrir hann að fóra að verða frægur. Já, það ekki alveg viss samt. En það var skemmtilegt. Góðum að það sá. Það ekki mikið lækna í fjölskyldunni, en þó afabróðir minn var geðlæknir og Þorgeir Jónsson, hann var lengi héraðslæknir á Þingeyri. En ég man ekki betur en þegar ég var 14 ára, þá var ég í gagnfræðaskólanum á Akureyri og uppgötvaði þá að mér fannst líffræði alveg sérlega skemmtilegt fag og ekki síst þegar að fjalla á líkama mannsins, og ég einhvern veginn beið það nú bara í mig þá að ég ætlaði að verða læknir. Síðan skriplaði ég eitthvað til á svellinu og skráði mig í tannlæknadeildina í 2-3 mánuði því einhverju hefur sagt mér það væri þetta að græða miklu meira á því. En ég komst nú fljótt að því ég ætti nú sennilega frekar heima í læknadeildinu og skipti á meðri önninu og hef aldrei séð svo sem eftir því. Ég man nú sérstaklega eftir því þegar ég ákvað að fara í barnalækningar. Í læknadeildinni þá fórum við að læra barnalæknisfræði eða barnalækningar og þar voru fyrir læknarnir Jón Kristinsson og Gestur Pálsson og þeir fólu mér það verkefni að meðal annars að kíkja á ákveðin tegund af nýrnasjúkdómi og framtíðin var náttúrulega bara ráðin þar sko. Þannig ég ákvað að fara í barnalækningar og síðar reyndar í nýrnalækninga barna. Þetta var svolítið skemmtileg tilviljun, mér þetta mjög minnisstætt. En síðan ákvað ég það nú snemma, mér langaði til að fara til Bandaríkjanna í sérnám. Ég hafði heyrt af því mikla sögur og þar væri töluvert mikill agi og utanumhald og nám væri mjög vel skipulagt og formlegt og mér leist svolítið vel á það, ég verið að segja ykkur annars vegar. Og þá fór ég sótti á nokkru stöðum og endaði í Georgíu, í Augusta í Georgíu. Fyrir þá sem ekki vita, það þar sem að mastersmótið í golfi haldið ár hvert. Og ég endaði þar og fer þar í 3 ára þjálfun maður kallar training í barnalækningum og lík því prógrami 1992 og þá flytti ég mig yfir til Philadelphia í Bandaríkjunum og læri að leggst stund á nýrnalækninga barna þar í 3 ár. Og þetta hafa reynst mér farsælar ákvarðanir og ég stemdi nú strax að því að mér langaði heim og þá á þessum tíma þá var engin læknir sem hefði sérhæft sig í nýrnalækningu barna og ég taldi það væri þörf fyrir svona menntun og taldi mig að fullt erindi þá og
svo var nú raunin og síðan þá hefur þetta nú bara verið mjög skemmtilegu ferill við líf og starf hérna á Landspítalanum sem hefur reynst mér sem góður vinnustöðar. Og það sem ég tók mest eftir þegar ég flutti til Bandaríkjanna að það var fólk úr öllum heimshornum og það vandist reyndar mjög vel. En lífið utan sjúkrahússins, svona ég vil segja alveg vel, það var nú eiginlega ekkert því að maður hafður þarna 80-90 klukkustundir á viku og lífið utan spítalans fór nú mest í það að sofa. Það er nú bara þannig fyrstu 3 árin. En það var kannski það sem maður gerði sér helst til gamans á þessum tíma, það var að passa það annars lagi að fá sér góðan brönds til dæmis helgar og það var nú greinilega munur á því í Suðrinu og í Philadelphia. Þeir voru meira fyrir pretzels og svoleiðis og bagels en sem sagt beiglur með þá rjómaosti, æðislegt náttúrulega. En í Suðrinu voru þetta meira svona það sem kallað var grits sem svona maísgrautur og bacon og egg og þykk skinka, allt frábært sko. Ekki sérlega hollt held ég svona eftir á hyggjan, hver hugsar það þegar hann er ungur og ég vel ekki enn. Það var skemmtilegt að sjá þennan mun til dæmis. En þú náttúrulega má segja kannski að veðrið er svolítið mismunandi, það er mjög hlýtt í Georgíu nánast allt árið og rakastigið það hátta ef maður hættir sér út fyrir húsins dyr, þar sem náttúrulega ekki loftkæling, að þá rennur á manni svitinn, það er ekkert hægt að gera í því. Þannig að ef maður er utandyra þá bara rennur svitinn því hann gufar ekkert upp. Þetta er mjög áhugaverð lífsreynsla fyrir Íslending, þar sem þetta er nú kannski ekki alvandamálið, svona utandyra á Íslandi. En það var sem sagt töluvert hlýtt líka í Philly, en það var styttri tími ársins sem var svona heitt, það var kannski bara 2-3 mánuðir. Þegar ég var í sérnámi í Bandaríkjunum þá kynntist ég nýrnasteinasjúkdómur svolítið vel og komst að því að þetta er raun mjög flókinn sjúkdómur og á sama tíma var nú Runólfur Pálsson í sérnámi í Boston í nýrnalækningu fullorðinna og Ólafur Skúli Indriðarsson var þá líka í sérnámi svipum tíma í Norður Karólínu. Og við fórum svona að ræða það að það geti nú verið gaman að skoða til dæmis þennan sjúkdóm á Íslandi því töldum að það væri rými fyrir meiri þekkingu og á þessum sjúkdómi á Íslandi þannig að við eiginlega tókum höndum saman snemma fyrir árið 2000 að kíkja á faraldsfræði nýrnasteinasjúkdóms og þá bæði hjá fullorðnum og börnum. Og þetta leiddi til þess að fyrir en varði þá vorum við búin að safna þýði 5-7.000 einstaklingar sem hafa fengið nýrnasteina hér á Íslandi og fóru meðal annars þá í samstarfi við Decode í framhaldinu. Þannig að það er alltaf sniðugt að útbúa stórt og þokkalega svipgerðar skilgreind þýði og fara svo með það í erfðarannsóknir. Það hefur leitt af sér tónokkuð marga birtingar með Decode og verið frábært samstarf þar. Síðan get ég nú ekki látið hjá líða að minnast á það að snemma eftir að ég kom heim að þá rakst ég á 2 börn sem voru með mjög sjaldgæfan erfðasjúkdóm sem til styttingar heitir APRT-skortur og í framhaldinu þá kynnist ég vel Þresti Laxdal barnalækni sem hafði meðal annars sinnt þessum börnum. Þetta er sjaldgæfur sjúkdómur og veldur nýrnasteinum og jafnvel nýrnabilun, langvinnum nýrnasjúkdómi og nýrnabilun og margir einstaklingar eru í raun búin að missa nýrun sinna alveg og komnir í blóðhreinsun eða skilun og jafnvel búin að fá ígrætt nýra þegar þetta uppgötvast. Þetta leiddi til þess að á árinu 2001 þá birtu við Runólfur með honum Þresti Laxdal og öðrum samstarfsaðilum á Landspítala grein í einu betri nýrnalækna tímaritum í Bandaríkjunum, American Journal of Kidney Diseases, grein þennan sjúkdóm. Svo í framhaldinu, það var ekki fyrir 2009, að þá vorum við búnir að vera í samstarfi við bandaríska vísindamenn í okkur rannsóknum á nýrnasteinum almennt og þá kemur upp tækifæri til þess að rannsaka þennan sjúkdóm betur og þá áttum við sem sagt þetta þýði nokkuð vel skilgreind
og það leiddi til þess að við stofnuðum það sem heitir samstarfshópur sem heitir The Rare Kidney Stone Consortium og var samstarf og ennþá aðila vísindamanna á Mayo Clinic í Bandaríkjunum og New York University og þessir aðilar eru leiðandi á heimsvísu á þessu sviði og það sem að þessi samstarfshópur var að gera var að rannsaka nokkra sjúkdóma sem eru sjaldgæfir en hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir þá sem hafa það og það skorti upplýsingar og vitneskju þetta og við fengum síðan í framhaldinu styrk frá National Institutes of Health eða heilbrigðismálastofnun Bandaríkjanna og fengum hér heilmikla peninga í 2-5 ára tímabil og seinna styrktímabilinu nýlokið og þetta hefur náttúrulega gefið okkur gríðarleg tækifæri til þess að fyrsta lagi að safna upplýsingum frá mörgum sjúklingum með þeirra upplýsta samþykki og safna frá þeim lífsýnum sem hefur fyrst og fremst á þvagsýni og blóðsýni og svo erfðaefni sem við höfum getað nýtt til þess að gera rannsóknir á því hvernig fólki vegnar. Við höfum getað gert alls konar aðra rannsóknir, meðal annars hefur þetta leitt til aðferðaþróunar þar sem við höfum getað byggum til í samstarfi við vísindamenn hjá Arctic Mass í Reykjavík aðferð til þess að mæla þetta efni í þvaginu hjá þessum sjúkdómi sem við erum mest að fást við og það hefur gjörbylt því hvernig hægt annars vegar að fylgja þessum sjúklingum eftir, fylgjast með árangri lyfjameðferðar og síðan að gera ýmiss konar vísindaransóknir og svo hefur þetta líka leitt til þess að við höfum getað haft nemendur og besta dæmið það Hrafnhildur Runólfsdóttir sem hefur nýlega lokið doktorsprófi sem byggt á gögnum sem við öll söfnuðum í gegnum þetta vísindasamstarf með Bandaríkjamönnunum. Eins og ég sagði áðan þá eru nýrnasteinar nokkuð flókinn sjúkdómur og það mikilvægt að gera sér grein fyrir því af hverju myndar viðkomandi einstaklingur nýrnasteina. En tilfellið að þetta náttúrulega samspil erfða og umhverfisþátta. Og umhverfisþættirnir eru að mörgu leyti og miklu leyti mataræði, hvað maður lætur í sig, því að það náttúrulega skilar sér að stórum hluta út í þvaginu ef maður borðar of mikið af einhverju, til dæmis salti, að þá skilar það sér í þvaginu náttúrulega. Og eflaust eru það mörg, og við vitum þannig nokkurn veginn, að það eru mörg mismunandi gen sem að hafa áhrif á hvernig maður bregst við því sem maður borðar og skilur þar að leiðandi út í þvaginu og þar eru til dæmis sem skiptir nú mestu máli til að hafa þetta ekki of flókið, það kalsíum og oxalat og svo eru fleiri atriði en líkaminn hefur yfir að ráða einhverjum vörnum gegn því að mynda nýrnasteina í þvaginu þar meðal eru mörg prótein og ýmis efni og það náttúrulega erfðafræðin sem ákvarðar svolítið hvað varnirnar eru góðar. Þannig að 2 einstaklingar geta borðað eins fæði og verið með svipaða líkamssamsetningu en annar fær steinana en hinn ekki. Og svo náttúrulega hefur það mjög að segja að ef maður ekki að drekka nægilega mikið þá eru nú meiri líkur að maður fái nýrnasteina. Sérstaklega maður verður fyrir því að þotna endur tekið upp til dæmis. Þannig að þetta eru sem sagt erfðaþættir og umhverfisþættir og það skiptir töluverðu máli hvað maður borðar og það sem við gerum á spítalanum bæði í fullorðins nýrnalækningunum og líka í barna við látum fólki safna þvagi og gerum á því efnagreiningu og reynum að greina þessa áhættuþætti og þetta hefur reynst heillaskref fyrir marga sjúklingana þegar það fengi einhverja bætur á sínu heilsufari í kjölfarið þannig að þetta skiptir máli og síðan með þessa sjaldgæfu sjúkdóma að þá skiptir mjög miklu máli að það sé ekki mikil greiningartöf eins og til dæmis með APRT-skort að við höfum sýnt það með okkar rannsóknum og Hrafnhildar meðal annars að ef að þú byrjar meðferð sem barn undir 18 ára aldri og því fyrir því betra að þá þín útkoma allt önnur því nýrnastarfsemi verður eðlileg og þú færið miklu færri steina þá ef nokkra ef þú tekur lyfið þín en við erum svo heppin með þennan sjúkdóm að það eru til 2 lyf sem virka ágætlega og flestir
þola þau, en ekki alveg allir reyndar því miður, en flestir með sjúkdóminn þola þessi 2 lyf ágætlega og lifa bara mjög góðu lífi. Þegar við gerum okkar rannsóknir þá erum við yfirleitt að rannsaka heila þjóð í einu og þetta svona eins og sýnishorn af stærri þjóð, eins og það má kannski segja. Þannig að það skiptir miklu máli því í okkar faraldsvæði rannsóknum og erfðafræðirannsóknum að við erum með alla þjóðina undir í raun og veru og það gefur áreiðanlegri upplýsingar heldur en að vera með til dæmis að rannsaka alla þá sjúklingar sem koma á sérstaka tilvísunarspítala. Landspítalinn jú sjúkrahús fyrir alla landsmenn og þangað koma allir sem hafa einhverja sjúkdóma sem skipta máli fyrir rest, það flestir minnst. Þannig að meðan að aðrir spítalar út í heimi eru kannski sérhæfa sig, til dæmis kannski sérhæfa sig bara í nýrnasteinum og fá þá bara erfiðustu tilfellin, en við fáum öll tilfellin til okkar og þetta það sem kannski skiptir máli, að við erum að horfa á sjúkdóminn í heild sinni en ekki einhvern ákveðin enda á sjúkdóminn sem erfiðastur eða auðveldastur. Það náttúrulega einstakt tækifæri að koma heim sem ungur læknir með einhverja þekkingu og fá að móta sitt starf og starfsvið tiltölulega mikið sjálfur. Það eitthvað sem maður hefði ekki fengið annars staðar vegna þess að væntanlega hefði nú þessi starfsemi verið í föstum skorðum þar þá þegar. Þannig að þetta hefur verið eitt af því sem mér fundist hvað áhugaverðast við að vera læknir og vísindamaður á Landspítalanum að það að móta sinn starfsvettvang mjög mikið sjálfur og það er mjög notaleg tilfinning að finna það að maður geti gengið til verka dag hvern í sátt við sjálfan sig og umhverfið. Og ég get nú ekki farið í svona viðtalur svona að nefna það og taka það skýrt fram að vísindarannsóknir eru hópverkefni og ég tel mig hafa verið einstaklega lánsaman að á þessum tíma hafa kynnst þessum framúrskarandi bæði félögum og læknum og vísindamönnum sem eru Runólfur Pálsson og Ólafur Skúli Indriðason. Það held ég hafi nú gert gæfumuninn að vera í góðum hópi og svo höfum við haft frábæra nemendur og nú síðast Hrafnhildur Runólfsdóttir sem að staðið sig framúrskarandi vel og fleiri nemendur sem við höfum haft hafa gert það líka, þannig að vera að nefna einhver sérstök nöfn önnur. En þetta mikilvægt að það að vera með gott heimi þar sem eru jafnvel mismunandi styrkleikar einstaklingana. Það koma allir með eitthvað sérstakt að borðinu og það það sem gerir hópinn góðar og hópurinn sem sagt betri heldur en summan af þeim einstaklingum sem í honum eru. Þetta lykilatriði, annars náum við ekki árangri. Og síðan, þegar við höfum náð vel góðum takti hér heima, að vera svo lánsamir að kynnast þessu afburðar fólki á sínu sviði í Bandaríkjunum og annars staðar erlendis sem að hafa svo sannarlega gert okkar hóp betri. Og mér finnst mikilvægt að undirstrika þetta. Þetta hópvinna og maður kemst ekkert áfram ef maður ætlar að fara þetta eitt síns liðs. Mér langar að nefna að við erum með doktorsnema sem að skoða blóðþrýsting og háþrýsting hjá börnum og fyrir 10 árum síðan vorum við með 2 meistaranema sem að skoðuðu 1000 börn sem á aldrinum 9 til 10 ára og við kortlögðum þar algengi háþrýstings hjá börnum og núna doktorsneminn sem hjá okkur núna að fylgja öllum þessum sjúklingum eftir með mjög ítarlegum rannsóknum og ég að vinna þetta í samstarfi við Þórdísi Jónu Hrafnkelsdóttur, hjartalækni, Ólafur Skúli Indriðason, nýrnalækni, Sverri Stephensen barnahjartalækni og svo það Ásdís Sigurðardóttir doktorsnemi og við erum auk þess í samstarfi við Díkot svona til hliðar með þetta ef vel gengur. Og þetta mjög mikilvægt verkefni en varðandi nýrnasteinaverkefni þá draumurinn sá að varðandi APRT-skort að þá langar okkur næst til þess að taka þessa kristalla, þetta efni sem að skemma nýrun og mynda nýrnasteinana, að hella því yfir frumur í rækt og mæla hverslags efni eða hvernig þær bregðast við þessu áreiti. En það vita mál að það verður einhvers slags bólga og með því að gera þetta þá erum við vonast til þess að finna einhver efni
sem við gætum meðal annars nota sem svokölluð lyfjamörk, að það væri kannski hægt að hemja þetta með tilliti til að koma í veg fyrir bólgu og svo framvegis. Við getum líka gert svipaða rannsóknir í sjúklingum með sjúkdóminn með því að skoða þessi sömu efni í þvagi og blóði þessara einstaklinga og sjá hvort að alvarleiki sjúkdómsins fari eftir því hvað mikið af kristallum í þvagi og mæla þá þessi mögulegu lyfjamörk og sjá hvort að það geti líka verið svona markar á hversu alvarlegur sjúkdómurinn er. Þannig að við erum að reyna með þessu að leita þá að nýjum meðferðaraðferðum fyrir þá einstaklingar sem svara ekki þeirri meðferð sem í boði er í dag. Sko, með hvernig lífið hefur þróast að þá hefði maður jafnvel vilja vera tengdur sveitinni eitthvað og jafnvel starfa við hestamennsku eða eitthvað slíkt, en þetta er svona meira í draumi sko. En ég er ansi hræddur það að ég hafi verið nálægt í að fara í frekara tónlistarnám þegar ég ákvað að fara í læknisfræði. En þetta það flýgur margt í gegnum hugan þegar maður er ungur og það var eitt af því sem kom til greina. En líffræðin og læknisfræðin heillaði, þannig að ég ákvað að fara þá leið. Ég er ekki viss að lögfræði eða viðskiptagreinar hefðu heillað mig. Ég er alls ekki viss og tekur skýrt frá ég er alveg hæst ánægður með þetta val. Ég ákvað að verða barnalæknir og síðan sérfræðingur í nýrnalækningu barna, aldrei séð eftir því. Þessu tónlist sem ég hefur spilað mest, svona sem er þá svona jazz, skotin tónlist, og að það að vera á sviði og spila að fingrum fram er algjört rammaleysi nánast og tímaleysi. Þetta er sérstök upplifun. Þú bara gerir það sem þér dettur í hug á þeim tíma og stundum þess að gerist það án svo hugsið það fyrirfram. Þetta er dásamleg tilfinning, þetta er alveg einstakt og hugsaði það er enginn að stjórnast í þér. Þú mátt gera sem þú vilt og það er tímaleysi á meðan. Tíminn stendur kyrr. Þetta er ótrúlegt en svona upplýði ég það. Og þetta er tilfinning sem er erfitt að fá annars staðar. Já, ég held að það hafi verið mikið framfara skref fyrir Barnaspítalann þegar hann fékk sitt svona afmarkaða húsnæði fyrir legudeildir og skrifstofur og þar var nú fremst í flokki á öðrum ólöstum Ásgeir Haraldsson, prófessor í barnalækningum eða barnalæknisfræði, sem að dreif þá vinnu áfram ásamt náttúrulega fjölda annara góðra manna og kvenna. Starfsemin hefur á þessum tíma sem að ég hef verið þarna tekið nokkrum breytingum og er í raun síbreytileg og það verður svolítið að svara þörfum samfélagsins. Mér finnst að mörguleyti hafa tekist bara mjög vel til og vinnan þarna er skemmtileg. Það er að jafnaði góður andi í læknahópnum og reyndar og læknunum semur vel við annað starfsfólk, það er reglan. Þannig að það hafa verið mikið forréttindi að starfa á þessum stað, finnst mér. Og það er varla svo dagur sem á öllum þessum árum, þau eru nú orðin nokkuð mörg, sem ég hef ekki hlakkað til þess að fara í vinnuna. Og þetta eru auðvitað forréttindi. Varðandi heildarumgjörðina á Landspítalanum og öðru, þá finnst mér einna eftirtektarverða það sem hefur breyst er umhverfi sjúkraskrár og þá rafræn og þróun rafrænnar sjúkraskrár. Ég var nú það lánsamur að fá að taka þátt í þeirri vinnu á tímabili og svo hefur maður náttúrulega horfið til annarra að starfa en þeir sem að tóku og hafa borið ábyrgð á þessum málum hafa gert mjög vel og fengið til þess við sig hæfileikaríkt fólk og það verður að segjast til hróss að þessi mál eru í frekar góðum farvegi og því líkur munur að aðstaðan við klínísk störf henni var. Það er algengt að segja með lækna, ef þeir ætla að þroska sig vel í starfi, að þá eru þeir að sinna klínískri þjónustu og bæta sig svo lengi sem starfsævin endist, verða yfirleitt betri læknar með tímanum, að þegar reynslan skiptir gríðarlegu máli, að það má ekki vanmeta hana. Síðan er mjög mikilvægt að læknirinn sé duglegur kennari
gefi af sér og miðli til þeirra sem að taka við, því að það er staðreyndin að aðrir taka við og þetta er mjög mikilvægt og þetta er gefandi. Síðan er mjög gott ef maður getur komist í tækifæri til þess að búa til nýja þekkingu, það er að segja stunda vísindastarfsemi. Því að vísindastarfsemi skapar ekki eingöngu nýja þekkingu að lokinni rannsókn, heldur þurfa vísindamennirnir og læknarnir að undirbúa sig mjög vel og þurfa að gjörþekkja það svið sem þeir eru að fara að rannsaka áður en þeir hefja rannsóknina sjálfar. Þetta leiðir strax, hugsið ykkur, ef að það er læknirinn sem er að gera þetta, þá leiðir þetta strax til breytinga á klínískri þjónustu. Þannig ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt fyrir háskólasjúkrahús og eiginlega hvert spítala sem er að læknarnir hafi þessa 3 hatta, klínísk þjónusta, kennsla og vísindarannsóknir. En öðruvísi held ég að við komumst ekki í að veita fyrsta flokks þjónustu. Síðan er að náttúrulega það sem gerist að reyndir einstaklingar velja gjarnan til forystustarfa og stjórnun er auðvitað oft það sem að margir fara í síðan þegar þeir hafa náð góðum tökum á þessum 3 þáttum og ég held að það sé yfirleitt af hinu góða.